en hingað er komin Jónína Leósdóttir, við erum að fara út í allt annað, Jónína, sæl vertu. Þú ert búin að skrifa bók sem heitir Léttir og þetta eru hugleiðingar harmoníkukonu. Já. Og hérna, hvað meinarðu með því að þetta séu hugleiðingar harmoníkukonu? Þetta er dagbók sem ég skrifaði sjálf og ætlaði fyrst bara að skrifa fyrir sjálfan mig. Það átti ekki í hug og ég myndi nokkuð tímann segja neinum eins og frá því að þetta væri í skjalinn í tölvunni, hvað þá ég færi að gefa það út. Og smám saman, sko, ég var orðin 30 kílóum og þung og ég var mjög ósátt við það, ekki síst svona bara andlega. Og auðvitað líkamlega líka, ég var komið allskyns kvilla og vandamál og ég hef oft tekið mig á og dreigist saman, út aftur, saman og sundur saman eins og harmonika. Já, við þekkjum það sem. Já, þetta er alveg agalegt basl og það er til enskt heiti fyrir þetta sem það er talað um yo-yo dieting. Það er þetta gamla leikfang sem fyrir svona upp og niður, þannig að mér fannst, ég þurfa eitthvað hugtak yfir þetta vegna þess að þetta er ekki bara eins og einu sinni hafa þyngst og tekið á því og svo er það búið. Þetta er eitthvað sem ég er búin að gangi í gegnum oft, þannig að þetta er dagbókin mín í 1 ár þegar ég skrifa þetta og ég skrifa þetta sem svona aðhald fyrir sjálfa mig og líka til þess að geta kíkt í þegar ég væri komin eitthvað aðeins áleiðis og rifjað upp hvernig mér leið, stappa stálinn í mig. Þér til hals og traus. Algjörlega. En þetta er samt, sko, þetta er svona léttur og fjörlegu texti, sko, í raun og veru. Þetta er ekki bara eitthvað, sko, eitthvað raunasaga, sko. Alls ekki, nei. Það er eins og bara með allt sem ég skrifa og bara í lífinu yfir höfuð, ég held að húmorinn hjálpar okkur alltaf áleiðis og meðal annars í þessu, ég tek þetta ekki mjög alvarlega. Nei. Og gerir grín og svo er þarna fullt af fróðleik líka og þannig að þetta er ekki hinni hefðbundna svona uppskrift hvernig ná ég að missa 30 kíló. Sko nú er þetta dálítið, ég hef nú átt dálítið við þetta stríð líka og hérna, en nú er þetta svolítið erfitt, þetta er eitthvað sem maður ber ekkit endilega á torg að maður er kannski ekkit ofsalega hress við að vera hérna fittabóla, sko. Nei, það er svo skrítið, maður talar ekki um það þegar maður er að fitna eða er feitur og svo, sko, leið þú ferð að grennast eða ert orðin grönn eða grannur, þá fara allir að tala um þetta við þig, hvað þú hafi nú gert og spyrja ráða og hrósa, en svo er eins og bara allir láti, það fyrir eitthvað leikrit í gang þegar að fólk fitnar og þá er bara þagnargildi. Þetta var skrítið. Já, en þetta er ekki sko handbók um það hvernig ég grennast, þetta er ekki skarsteilkúr eða þetta er ekki megrunarráð eða neitt svoleiðis. Nei, ég held að þegar fólk heyrir að þessi bók sé komin út að þá margir eflaust halda þeir viti hvernig bók þetta er. Þetta er ekki þannig bók. Nei. Ég held að sé mjög auðvelt að ímynda sér hvernig þetta er og halda þetta sé einhver svona ráðleggingar 2 gulrætur og svo epli og banani og eitthvað svona, en þetta er ekki þannig. Ég er bara eiginlega að lýsa því hvernig mér leið. Já. Og bæði, stundum gekk vel og stundum gekk hörmulega illa og stundum féll ég og stundum sko borðaði ég of lítið, þetta er allur gangur og þetta er svona lýsing á þessu ári. Já, þetta er svona manneskjuleg saga. Já, þetta eru svona vangaveltur og eiginlega svolítið opinskátt, svolítið afhjúpandi. En þetta gekk, þetta er heilt ár, þetta hefur alltaf gengið þannig að þér, svo hefur þið tekist að halda þessu nokkuð. Sko, ég misti 23 kíló á þessum mánuðum, þessum 12 mánuðum sem ég skrifaði dagbókina. Svo bætti ég við 7 í viðbót, þannig að það fóru þessi 30 kíló sem ég ætlaði að losa mig við, en ég skrifaði þetta 2007 og 2008 og er búin að fitna og grennast aftur síðan. Þannig að nú er ég að vona að þetta veitir mig kannski svolítið aðhald að vera búin að gefa út þessa bók. Fólk fyrir að horfa svona á diskinn hjá mér. Já, en var þetta ekki bara alveg skelfilegt þá? Hvað? Þetta ár? Nei, það var ekkert skelfilegt, en þetta er auðvitað bara hundlegilegt, maður er mest svo reiður út í sjálfan sig að lenda í þessu aftur og aftur. Já. Pirrandi. Já. Og það er einhvern veginn, sko, þú hefur enga skýring á því, það er eins og kom einhver þoka yfir og maður bara gleymi sér og fer í sama farið. En sko það eru tilvísanir þarna í alls konar, allt sem er að gerast í kringum, líka hérna sjónvarskúltúr, Nigellu og Oprah Winfrey og allt þetta, þú vísar svona hingað og þangað í þessu. Já, alla mögulegar átti, ég fann mjög mikið það svolítið skrítið, þetta er eins og, ég hugsa það sé svipað eins og kona sem er að reyna að verða ólétt og getur það ekki, þá eru allir annarkot óléttir eða með börn í vögnum og kerrum, að þegar maður er að takast á við þetta, þá er einhvern veginn allt út í umfjöllun fitu og megrun og slíkt. Já. Ég hélt þessu svolítið til haga, tíndi til allt mögulegt sem ég bæði las og sá og heyrði. Þannig að þetta er svona, ég meðal annars segi frá manni sem segist hafa lifað á lofti
loftinu í 5-6 ár á einhverjum sólskinskúr hefur ekki borðað fastafæði, segir hann. Og er búinn að gefa út bók um það. Þannig og svo eru alls konar, ég fann alls konar trúarlega megrunarkúra. Þú getur með hjálp Guðs getur grendi og það er bara allt mögulegt sem ég fann. En heimurinn gengur alveg ofboðslega mikið út á þetta og þú veist, það er rosalegur, þú veist, það er dálítið þrýstingur á okkur feta fólkið, sko. Algjörlega. Já, þó það sé ekki nema bara, sko, út af heilsufærinu. Það er náttúrulega, og einmitt þegar ég var búin að skrifa þessa dagbók í svona mánuð, að þá hrundi heilsan alveg endanlega. Þá varð ég svona meintur, kransæðastíflusjúklingur. Og ég fór í alls konar læknisrannsóknir og þá var ég einmitt mjög fegin að vera, þó byrjuði allavega að gera eitthvað í málinu. Að geta sagt læknunum það sem voru að horfa upp og niður á mig og vikta mig að ég væri byrjuð í átaki. Sem voru að mæla út með svona. Ég fór í hjartaómskoðun og lungnamyndatökur og allan pakkan. Jónína, ég ætla að nota þessa bók og bara taka mig á núna. Nú ætla ég að gera eitthvað í þessu. Í alvörunni, ég ætla að gera eitthvað í þessu núna. Ég man eftir því að þú varst svo mjór að maður sá þig á hlið þá hvarfstu. Ég sagði að mynda mér í ljósmyndabók sem við ætlum að fara að fjalla hérna bráðum þar sem ég er eiginlega ekki neitt. Ég er bara fyrst, herðu, nú kýli ég á þetta. Bara gangi okkur vel. Við segjum þetta reyndar oft, en þakka þér kærlega fyrir að koma í þátt.